Og áfram höldum með föstudagsþáttinn á N4. Hún komin til mín, hún Heiðrún Sigurðardóttir, hún nemi í Garðyrkjuskólanum og ætlar aðeins að segja okkur frá hvað við getum verið að dunda okkur núna páskana. Velkomin. Takk fyrir. Þú hefur mikinn áhuga á öllu sem viðkemur garðyrkju og það ekki gróðursetningum og svoleiðis. Jú, alveg rosalega mikið og þetta er rauninni bara aukast bara með hverju árinu í rauninni sko. Já. Búin að leggja undir með hálft landið heim í sveit. Já, með 2 gróðurhús. 2 gróðurhús og gerðum við pabbi að brasa mikið í þessu saman. Settum gerðum svona stórt hérna. Já, bara svona beð þar sem ég er búin að vera með kartöflur og alls konar, bara kál og grænmeti. Já. Og svo ertu núna búin að vera að setja niður fræ og þarna ertu með svona smá sýnishorn. Já, ég fór og ég fer mjög mikið í verslanir á þessum tíma, svona blómaverslanir og ég er búin að vera mjög mikið að versla hjá þeim í Býflugn og Blóminu og fannst bara frábært og hvað sem þau eru að gera og mér langaði bara að koma bara meira framfæri það sem þau eru að gera því að núna á þessum tímum þegar fólk gerir sóttkví, má ekkert endilega vera að fara mikið út og svoleiðis, að þá eru þau með heimsetningaþjónustu og ef þú vilt pröfa að rækta sem er náttúrulega frábær tími núna, þú ert kannski först heima með börnin og mátt ekki fara neitt, að þá af hverju ekki að pröfa að rækta grænmeti, af því að það er svo einfalt í rauninni. Og þú getur fengið moldina, bakkana, fræin, allt sent, ég með leiðbeiningar. Já, alveg og það er auðvelt að finna sér og afla sér upplýsingar á netinu og Hvað erst þú búin að sjá, fyrir hver erst þú búin að sjá nú þegar? Ég er búin að vera að setja niður tómata og gúrkur. Já, alveg frá fræi? Já, bara frá fræi og sérstaklega tegunda róum, kúrbít og gúrku, svona baunir, edamame. Þarf maður ekki að vera smá svona hófstiltur því að maður fær fræin í pökkum, maður kannski er ekki að tæma Nei, það er alveg, þú setur þetta bara svona... Þá ertu bara konið í vandræði með bara pláss eða hvað. Já, og líka bara, maður þarf bara að passa þegar þetta er allt svona það góð fræ og þú bara þarft að setja bara smá eitt, annars færðu bara einhverja brúska sem virka ekki. Og svo er þetta að fá alls konar vörur og þú veist eins og núna er náttúrulega bara tími fyrir kryddjurtir og hefur það bara bara allt, þú veist, bara kóríander, bara nefndu það og þetta er allt sem þú getur bara verið með í glugganum og þarft ekki gróðurhús. Nei, þú þarft þess ekki. Og þau eru líka með fræ sem þú ert að nota sem eru bara sérstaklega gerð fyrir potta sem þú þarft ekki endilega vera með garð eða neitt svoleiðis að það eru eitthvað gulrótarfræ sem eru sérstaklega í pottum og þannig að það er allt, það er ekkert mál og eins fyrir krakka sem að kallast kress þá þarf ekki einu sinni að hafa mold. Nei, það er bara bómull eða? Já, bara bómull eða bara tissue, bara bleita. Og þetta er ekki eitthvað sem sprettur bara alveg undraverður það? Já, og þetta er svo gaman fyrir krakkarna að vera að leiksa með þetta, það þarf bara setja bara pappír, bleita, passa að raka og þetta bara vöxu. Bara daginn eftir, sérðu grænt? Bara þetta kemur alveg lygilega hratt og maður sé myndir, fólk er að taka eggjaskurn, setja bómull, bleita og setja þetta í og svo er það teikna, mála og gera eggjaskurn og mála þetta með einhverjum, gera unga og svo. Nú er föstudagurinn langi. Næðum við þessu kannski, við byrjum bara í kvöld eða morgun, myndi þetta vera kannski orðið grænt á páskadag? Það gæti komið eitthvað svona smá líf sko, það er alveg hægt. Þetta er góð hugmynd. Já, og bara, mér finnst þetta frábært og fólk bara á þessum tímu líka bara aðeins að jartengja sig og rækta og reyna að vera sjálfur sér kannski meira nóg matvæli. Það er kannski framtíðin. Jú, bara sjálfbærni og hugsa heilsuna og það er allir vegan og grænmetisætur og ennþá betra að gera þetta. Færa þetta svo bara út í garð og þú veist, svo þessi laukar og allt þetta er svo ofsalega einfalt og þú veist, það er ekkert mál að gera þetta og segðu okkur samt, er ekki eitthvað sem að þér hefur mistekist að rækta sem út að enn að reyna að ná eða hvað? Ertu með græna fingur bara og allt vex? Sko það er eiginlega allt sem að maður hefur tekist að nota en ég er í stanslausum að þróa samfélgið sæta kartöflur. Já. En það þarf alveg svolítið svona sérstakt. Hvað þurfa það er sérstakt? Maður þarf byrja á því að skera þær sko og láta það bara vera í vatni, bara halva kartöflu og það koma upp renglur af því, svo slítur þær af og setur vatn og lætur þær róta sig. Og svo er það góð að setja þetta þá rosalega mikinn hita og þarf helst að hita í jörðinni og helst svoleiðis. En meðan kartöflan er bara að spíra eitthvað, er það bara inni í stofuhita? Já, bara í eldhúsglugganum. Í vatni? Og hvað tekur það langan tíma? Svona 2-3 mánuði, svo vaksa þær upp. Þetta er þolinmæði. Já, en hefur þú fengið sætar kartöflur? Já, ég fekk svona litlar sko, en það þarf meiri hita. Já,
en það er allt í vinslu sko. Vistu til þess að sætar kartöflur séu framleiddar á Íslandi? Ekki framleiddar, en það er sko frænka mín hérna á Fornhólum í Fjarskadal, hún er búin að ná þessu og ég er búin að fá leiðbeiningar sko og hún er alveg klár í þessu. Spennandi. Já, þetta er nefnilega geggjað. Takk fyrir að koma og segja okkur frá þessu, bara gleðilega græna páska og hvetjum fólk til að prófa heima. Já, endilega, bara að gera. Takk fyrir komin. Nýsta mál.